Já, ég elsku börni mín. Ég þarf nú að taka það fram, eins og það eru fleiri að lesa eða hlusta á þetta spjall mitt. Ég er að þessu fyrir ykkur, Jón Emil, Álfheið Erlu og Jóhannes. Enda pabbi sestur í helgan stein og skipti sér ekkert meira en nauðsyn krefur af samfélaginu íslenska. En einstaka sinnum þarf ég að bregðast við umhverfinu, en þá aldrei með formlegum hætti. Já, ég er löngu hætti því þegar ég eiginlega sagði mig úr, ég segi nú ekki lögum, en sagði mig úr tónlistar lífsins, nefndi ekki að taka þátt í harkinn á Íslandi, og það var 84 eða 85 sem ég stakk mér til sunds, svona sjálfskipaður útlægi, og synti eins og Grettir fórðum út í Drangey. Og ég hef verið þar yfirfærður í merkingu sjálfsögðu og stunda mína list í útlöndum. Eins var það þegar ég tók að mér að vera tónlistarstjóri Ríkisútvarpsins. Þá sagði útvarpsstjóri við mig, þótt útvarpsráð þeirri ráði mig með öllum greiddum atkvæðum sem að hafði nú bara ekki gerst í manna minnum. Sagði útvarpsstjóri við mig, en þú verður að segja Sigur eldhafi íslensks tónlistarlífs eða ætlar að sinna þessu þýðingarmikla embætti. Og mitt svar var nú eiginlega Hraðbergi. Ég sagði, ég er löngu búin að því. Og þar við satt. Og ég syndi því embætti í 8 ár, en hélt áfram að synda út í Drangey og stjórna hljómsveitum þar, eða í útlöndum eða menn vilja hafa það frekar en Drangey. 89 var það vist sem ég byrjaði, og 8 árum síðar sagði ég mig frá því embætti. Og þá hélt ég áfram að synda út í Drangey og gerði það langt fram eða til 2008 eða 10, ég man ekki. Og þá fór ég að draga úr þessu öllu saman. Gekk bara settist í helgan stein og presseturinn í Árvogi og leituði farið veg. Já, þetta var svona nauðsynlegur inngangur af og til þess að fólk sem er mér óviðkomandi viti hvað ég er að gera með þessum þusi mínu. En einstaka sinnum gerist það að maður hlustar á menningarþætti Ríkisútvarpsins, þótt ekki sé alltaf mikið af þeim að græða sjálfu sér, og þó, og köflum eru þeir bara mjög skemmtilegir, eiginlega ætla það að vera skemmtilegir.
nema þegar maður fær svona hardcore bókmenntagagnrýni, þar sem allt er tekið í sundur og gagnrýnt, eða leiksýningar sem eru bara búaða niður næstum því. Þetta getur verið bæði upplýsandi og spennandi og svo framvegis. Nema hvað, daginn var Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarfræðingur, tekinn tali og við skulum hlýða á það samtal og leggja það svolítið á minna, því að ég ætla að, ég segi nú ekki að gagnrýna það, en ég ætla að reyna að benda á það sem betur hefði mátt fara í því viðtali, sem var skemmtilegt og hátíðlegt og eiginlega stórhátíðalegt og festíft. Það vantaði bara lúðraþytinn, allir voru glaðir, Árni Heimir var glaður, Spyrill var glaður og svo kom annar Spyrill og bætti betur. Það vantaði ekkert nema einhverja hátíðamúsík í þetta viðtal. Ég segi nú ekki það hafi verið prinsessu viðtal, en við skulum samt hafa það bak við eyrað þegar við hlustum á hvernig Ríkisútvarpið meðhöndlaði bók þar sem að verið er að fjalla íslensk tónlistarhandrit og tónlist frá 1100 til 1800. Það er bara svolítið slatt í poka og þessna skil ég okkur dagskrárgerða menn voru svona yfir sig hrifnir og þeittu sína lúðra. En það vantaði nokkra spurningar í viðtalið og ég ætla nú að reyna að koma þeim á framfæri hér þegar við erum búin að hlusta á viðtal við Árna Heimi Ingólfsson. Dómurinn er hvorki góður né slæmur. Á hvorki eftir að laða að nýja viðskiptavinni né fæla þá frá. Aðdáendur Augusts Hall munu varla gleðjast yfir nokkru í honum því engin setning situr eftir. Engar hugleiðingar koma óvart. Hann er dauflegur í alla staði. Uppbyggingin er ekki eftirminnileg, athugasemdirnar kunnuglegar og það sem gagnrýnandinn hefði hæglega getað skellt á skeið virðist hann hafa setið á sér rétt eins og hann hafi ekki viljað taka neina áhættu og kannski verið meira að hugsa eigið skinn en að gera lesendum sínum til hæfis. Tilvitnun lýkur. Sannast sagna þykir mér þetta allt eins vera lýsing á bókinni sjálfri, frá mínum bæjardyrum séð. En kannski er höfundurinn einmitt að gera lesendum sínum til hæfis. Lesendum sem hann á marga og vilja kannski ekki annað. En mér finnst hins vegar að skáldskapurinn kalla á meira en að flétta saman glæpasögu upp úr nýlegum sakamálafréttum á Íslandi. Sagði Gauti Kristmannsson nýjustu skáldsögu Ólafs Jóhanns Ólafssonar. Hún heitir Innflytjandinn og kom út bara núna á dögunum. Þá ætlum við að huga að handritaarfinum, nánar tiltekið tónlistararfinum eins og hann er geymdur í handritum liðinna alda. Við látum syngja fyrir okkur upp úr gömlu handriti. Heldur dýrus
Sæll hvor trú af því auðséna fékk, heitir þetta lag úr Davíðsaltara Odds Oddssonar á Reynivöllum sem að þótti einna fróðastu presta hér á Íslandi á fyrstu áratugum 17. aldar og kunni einnig, og kannski einmitt þess vegna, ýmislegt fyrir sér í tónlist. Oddur orti meðal annars stóran hluta Davíðssálma upp á íslensku, alls 94 sálma af 150. Hljóðritun á þessum sálmi, þar sem Guðmundur Vignir Karlsson syngur við undirleik Nordic Affect, hluti af hljóðritunum sem að nú hægt að nálgast inn á streymisveitum og fylgja nýrri glæsilegri bók sem að kemur út í dag og heitir Tónlist liðinna alda, íslensk handrit 1100 til 1800. Bókin eftir Árna Heimi Ingólfsson, tónlistarfræðing, en það Krinógeia útgáfa sem að gefur bókina út. Íslensk tónlist var nefnilega blómleg og fjölbreytt á öldum áður. Þjóðin langt í frá að vera sönglaus eins og við þeim kannski stundum haldið fram, rétt eins og oft talað að hún hafi verið algjörlega myndlaus. En þessi söguskoðun jú eitthvað að breytast. Við höfum kannski verið að tala okkur niður, það ekki, sögu þjóðarinnar í þessum efnum, Árni Heimir Ingólfsson. Akkurat, jú, það hefur verið svona leiðarstefið einhvern veginn í umræðunni svolítið, finnst manni, síðustu, meir en 100 árin, eiginlega frá því að farið að grafa aftur upp gamla tónlist og Bjarni Þorsteinsson auðvitað birti töluvert af lögum úr gömlum íslenskum handritum í sínu þjóðlagasafni. Og umræðan hefur mjög mikið verið á þennan vega. Við höfum ekki átt í rauninni neinar áhugaverðar hefðir og hér hafi ekki verið neitt mjög burðugt tónlistarlíf og sönglíf í gegnum aldirnar. Ég svona svolítið að reyna að afsanna það með þessari bók. Já, sko, þú með þarna bara ekki fleiri en 700 ár undir 1100 til 1800, þannig að auðvitað skilur svona langur tími eitthvað eftir sig, eða ekki, þegar kemur að nótum. Jú, að sjálfsögðu, og auðvitað miklu meira heldur en maður hefði búist við. Og það var kannski svona, bókin sprettur af þeirri löngun að sko gera þessu skil og miðla því til almennings hvað við eigum mikið af áhugaverðum efni, áhugaverðum handritum og reyna að segja kannski svolítið sko sögu tónlistar á Íslandi í gegnum hinar efnislegu heimildir sem hafa varðveist og ég vona að það hafi tekist sæmilega vel. Þetta gífurlega mikið efni, samt sko ég þurfti að hafa svolítið fyrir því að velja og hafna af því að handritin sem þó eru til og ég fer nú svolítið í það í bókinni einmitt hvað það grátlegt hvað þau hafa varðveist illa og lítill hluti af þeim væntanlega. Einhvern tímann hefur þetta safn verið svo óendanlega miklu stærra en það er núna. Já. En samt sem áður kemst ég ekkert yfir að ræða nema kannski svona 1/4 af handritunum í þessari bók. Þú segir einhverstaðar að það séu eitthvað 100 handrit frá kaþólskri tíð og 150 frá seinni hluta tímabilsins. Akkurat. Það hljómar ekkert rosa mikið. Nei, en það samt... En í 250 handritum samt slatt að það alveg, jú, akkurat. Og ég meina, út frá þessu þurfum við að draga okkar ályktanir. Ég meina, það ekkert annað. Íslendingar voru, þó þeir hafi nú verið tiltrúlega einir við að skrifa nótur, þá voru þeir ekkert sérstaklega duglegir þegar koma því að lýsa tónlistarlífi og tónlistariðkun á Íslandi í annars konar textum. Það þarf að geta í eður. Já, það mjög lítið af sko frásögnum hverjir voru að fást við tónlist og hvernig og hvar og með hvaða hætti. Þannig að þar þarf maður að geta í eðurnar eða finna út frá þessum heimildum að reyna að púsla þetta saman. En ef við hugsum bara svona lesturinn á nótna efninu sem slíku, ég meina það eru strik og það eru punktar og það eru einhvers konar nótur í ýmsum útgáfum sér maður. Akkurat.
en það að lesa í það, við vitum síðan ekkit kannski tempo og ýmislegt annað. Akkurat. Þau gefa okkur ákveðnar lágmarksupplýsingar sem oft eru bara mjög mikið lágmark, ekki einu sinni hreinur eða nótnalengd eða annað. Og svo það maður að geta í eðinar. Og það hefur líka verið mjög áhugaverður hluti af þessari vinnu, einmitt að af því að þetta nótnaskrift svo ótrúlega merkilegt fyrirbæri að geta einhvern veginn skrásett yfir tíma hljóðheim og þessi handrit eru okkar lykill að hljóðheimi Íslendinga yfir margar aldir að geta einhvern veginn kalla það síðan aftur fram. Þannig að ég hef unnið í langan tíma með íslensku tónlistarfólki að því að hljóðrita þessi lög og flytja þau og með bókinni fylgir sem sagt eða núna leið og bókin kemur út þá erum við búin að setja inn á efnisveitur eins og Spotify og YouTube hljóðritanir með 36 lögum úr bókinni sem að tengjast efni bókarinnar. Þannig að fólk getur flett bókinni og haft fyrir framan sig mynd úr einhverju síðu úr handriti og hlustað á lagið leið. Þannig að þú þarft ekki að kunna að lesa nótur til þess að ekki bara lesa bókina og hafa gaman af henni, heldur líka að ná þessari tengingu yfir í hljóðheiminn sem svo mikilvægt. Það þetta mikið af trúarlegu efni sem hafði verið að setja niður úr blað. Það ýmislegt sem maður þekkir. Ég nefni hérna Vera mátt góður og einhver svona lög sem hafa poppað upp í ýmsum formi. Ég meina getum Þursaflokkinn og eitthvað. Þannig að það En svo kemur í ljós að það á sér nú einmitt áhugaverðari sögu heldur bara að vera íslensk þjóðlag í gæsalöpum. Algjörlega, það nefnilega, þetta síðan ekkit íslensk þjóðlög, þetta allt rosalega mikið á reiki, er það ekki? Hvað við eigum og hvað við gerðum og sköpuðum sem slíkt. Akkurat, það náttúrulega það svolítið erfitt að því leyti, það auðvitað gífurlegt magn af tónlist til í heiminum og það getur orðið mjög mikið þolinmæðisverk að ætla að rekja eitthvað eitt lítið lag í íslensku handriti við íslenskan texta sem ekkert stendur nánar það yfir í einhverja prentaða bók frá Ítalíu árið 1540 eitthvað. En þetta nú það sem ég hef svolítið verið að fást við bara eiginlega síðustu 20 árin eða eitthvað álíka, það reyna að finna þessi tengsl milli Íslands og heimsins af því að mér finnst það gífurlega áhugavert og mér finnst það í rauninni áhugaverðari saga heldur en að eitthvað sé þjóðlag. Þetta, hvernig ferðast tónlist milli landa fyrir 500 árum, hvernig kemst eitthvað lítið lag frá Ítalíu eða Spáni eða Þýskalandi eða Frakklandi alla leið til Íslands og lifir svo hér kannski einhver 200 ár í einhverjum alls konar útgáfum.
það finnst mér gífurlega áhugavert viðfangsefni. Og þessi litla eyja, hún ekki eyland þegar tilkemur. Nei, akkúrat, ég meina við ferðumst til útlanda og hingað koma útlendingar og sumir eru tónlistarmenntaðir eða hafa áhuga á tónlist eða sækja sér jafnvel menntun til útlanda í tónlist og koma svo aftur hingað og allt hefur þetta einhver áhrif. Það flettir þessari bók og það svo fallegt, þetta svo fallegt að sjá þessi nótnablöð, auðvitað náttúrulega sum látlaus en önnur skreytt og glæsileg líka. Sko þú ert náttúrulega búin að vera að elta þetta ansi víða, ekki satt? Og hvernig að vera svona innan bara ef við hugsum gripina sem slíka? Það ótrúlega innfýrandi og skemmtilegt. Jú, ég búin að elta þessi handrit eins og segir eiginlega allan heim eða svona þannig. Ég meina ég hef verið mikið bæði í sérstaklega London og Kaupmannahöfn. Þar töluvert af handritum í British Library og Árnasafni í Kaupmannahöfn og Konunglega bókasafni í Kaupmannahöfn, Stokkhólmi, Vatíkaninu, Oxford, Bandaríkjunum og sko auðvitað getur maður fengið myndir af öllu mögulegu gegnum tölvuna en það aldrei það sama. Þú færð aldrei sömu tilfinningu fyrir gripnum, þú getur aldrei kannað ákveðna hluti sem þarf að skoða í sambandi við bara hið efnislega í sambandi við handritið og það ótrúlega magnað að sitja kannski með eitthvað 5, 6, 700 ára gamalt handrit í höndunum að handleika grip sem þú veist að einhver forfaðir okkar bjó til, söng af og ekkert mjög margir hafa snert á í milli. Nei, akkúrat. Og reyna síðan að sko lesa út úr því sem þeir voru að gera og geta lesið textan og nóturnar og svona reynt að draga fram einhvern veginn upplýsingar úr handritinu. Það ótrúlega áhugavert og magnað sko, mögnuð upplifun. Svo leynist þetta á fleiri stöðum, þetta í Vatíkaninu, í Róm eða ekki, eitthvað til og eitt handrit þar og eitthvað í Bandaríkjunum. Jú, akkúrat. 2 handrit í Cornell bókasafninu í Íþöku og þannig að ég hef svona, ég meina frá því að ég fór svona að rannsaka þetta viðfangsefni fyrir, það nú eiginlega orðin svona 20 ár síðan, þá hef ég þvælst víða í leita þessu og held ég í rauninni skoðað öll handrit íslensk með nótum frá þessu tímabili nema eitt. Það í framteimi og ég hef aldrei átlið þangað. En það nú reyndar, það bara eitt lag í því handriti og mér hefur aldrei alveg, ég hef séð það á myndum, mér hefur aldrei alveg þótt svara kostnaði að þvælast alltaf leiti framteims eina blaðsíðu í handriti. En að öðru leiti hef ég séð þetta allt saman. Var eitthvað af því að þú þekkti náttúrulega og þekkir þennan arf ágætlega en svona þegar þú varst að setja saman þessa bók og draga þetta efni saman, var eitthvað sem að sko kveikti sérstaklega í þér eða kom þér sérstaklega á óvart? Þetta eiginlega alltaf að koma mér rosalega mikið á óvart og það var eiginlega sko hluti af vandanum við einhvern veginn að setja punktinn aftan við þessa bók var að ég var alltaf að uppgötva nýja hluti. Að velja. Já, svo þegar ég hafði valið þá sko var ég að komast að einhvern veginn meira og meiru lögin sem ég þó hafði valið. Af því að ég meina það bara ennþá svo margt óunnið í þessum rannsóknum. Þessi bók ekki lokaorðið að vissu leyti sko. En til dæmis get ég nefnt að sko í rauninni á meðan ég var að vinna þessari bók þá voru þeir svo elskulegir forverðirnir á Landsbókasafninu hérna heima að þeir fjarlægðu brot úr handriti sem voru sem sagt svona eiginlega tætlur af leifar af 2 blöðum sem höfðu verið límd inn í bókband á handriti sem þótti merkilegra á sínum tíma eins og var nú oft með þessi handrit. Og þeir sem sagt fjarlægðu þau þannig að það væri hægt að sjá á þau báðum megin, líka hliðin sem var límd ofan í bókina, ofan í spjöldin. Og þar svona komst ég reyndar ekki ennþá búin að finna út hvaðan lögin koma, en ég ætla að komst að í hvaða samhengi þetta handrit og var til og hefur verið notað.
og þetta eitthvað sem var bara að gerast í rauninni þegar bókin var eiginlega lokasprettinu. Þannig að það er henni sprett upp og það kemur eitthvað, kemur alveg mjög áhugaverð tenging í ljós líka bara við okkur kveðskap á 17. öld og svona veis. Þannig að okkur, sko, ég í rauninni kalla eftir fleiri tónlistarfræðingum. Okkur vantar tónlistarfræðinga á Íslandi til þess að bara sinna arfinum okkar. Bæði auðvitað þessum eldgamla og síðan líka bara því sem að gerast í samtímanum eða síðustu 100 árin. Þannig að þetta er svona það sem ég hef getað áorkað, en það þurfa fleiri að koma að þessu, því að það er svo margt sem við þó vitum ekki. Við lýsum bara eftir fleiri kollegum og meiri rannsóknir. Innilega til hamingju með þessa fallegu bók og bara takk fyrir að bera okkur þennan arf aldanna. Þakka þér fyrir. Sticht þar til að stunda, en þú þannig lengi, seinna, sett hefur nýjan lifnað að lifja, líf þitt stutt og ljótt á þitt verður spilja, en þú fengir þannig, loksins, nú líf til hennar sæta, lengur mun lifa og ælum Guð æta. Kammerkórinn Carmina söng þarna undir stjórn Árna Heimis Ingólfssonar. Þetta eru upptökur sem eru inn á streymisveitum, allavega á streymisveitunni Spotify, sem er vinsælust hér á landi. En það má heyra tónlistina upp úr þessu merkariti, eða eitthvað að henni að minnstakosti, upp úr þessu merkariti sem heitir Tónlist liðinna alda, íslensk handrit 1100 til 1800. Og það er lengi hægt að týna sér í þessum arfi. Því trúi ég vel, ég var svona aðeins að stelast í bókina á borðinu hjá þér Guðni í dag og í gær og hún er rosalega flott. Þetta er mjög flottur gripur og mikilvægt kannski að, einmitt að svona varpa ljósi á þessa ríkulegu hefð sem að mann grunar að vera þarna, en þarf einmitt að sýna manni ljóslifandi. Já, við höfum lítið vitað þetta. Akkurat. Já. Það má lengi móða úr þessari bók, svo mikið víst, en þetta er búið hjá okkur í dag. Heyrumst aftur á morgunlaust eftir 4:00. Verið sæl. Svo mörg voru þau orð. Mig langar til að leggja fleiri spurningar fyrir Árna Heimi sem hefði verið gaman að fá svör við. Til dæmis, og nú tek ég ekki viðtalið fyrir neinni röð, bara það sem er eftir í huga hverju sinni. Lokaorðin voru nú dálítið mögnuð. Því að þar auglýsir Árni Heimir Ingólfsson listfræðingur eftir fleiri listfræðingum og á sennilega við með því að það sé bara engir tónlistarfræðingar til á landinu, eða það lá svona í orðunum. Þá er best að leiðrétta það strax. Já, og það skulle gera með að tók undir þau orð sjálfur, og svo þetta var mikið ákall. En þannig málum við vexti að það er að minnst kosti 25 núlifandi doktorar í tónlist á Íslandi starfandi. Og það að vera doktor í tónlist er að vera tónlistarfræðingur. Það helgast því
að loknu bachelor námi, meistaraprófi og doktorsprófi, það fær engin doktorspróf nema hann hafi stúderað tónlist frá öllum öldum vestrænnar tónlistarsögu, auk síns aðal hljóðfæris. Þannig að við eigum 25 slíka tónlistarfræðinga hér á Íslandi þessar mundir, eða eitthvað þar bil. Og svo þegar kemur á doktorsprófi, þá prófessorum og prófdómendum heimilt að spyrja kandidatinn spjörunum úr tónlistarsögu og tónfræði og tónvísindi hvers konar, bara frá örófi alda, alveg frá Grikkjum og til dagsins í dag. Svo ef einhver hefur fengið þá hugmynd í höfuð að Árni Heimur Ingólfsson væri eini tónlistarfræðingurinn á Íslandi, þá það bara ekki rétt. Ég hefði viljað spyrja hann hvort hann hefði nokkuð kynnt sér doktorsritgerðir þessara landa hans. Þær eru allar, svo lög gerir ráð fyrir, á netinu og eða hægt að nálgast þær á netinu eða í Interlibrary Loan, eins og heitir, milli bókasöfnum, og eiga allar að vera á landsbókasafni eða, þjóðabókhlöðinni. Þar að auki, þannig að það er ekki langt að fara. Og ég held að sé eitthvað síðast því að spurði einhver, þá held ég að mér hafi sagt að vera eitthvað 2000 doktorsritgerðir þar, eða 1000, ég man það ekki, og þar á meðal doktorsritgerðir í tónlist. Og margar þeirra fjalla íslenska tónlist, íslensk tónlistarhandrit og íslenska tónlistarsögu. Þetta hefði verið skemmtileg spurning og lýst innsæi dagskrárgerðarmannsins í íslensk tónlistarlíf, sem náttúrulega forsenda fyrir því að ræða við doktor Árna Heimi Ingólfsson svona bók. En það var ekki gert. Nú, í viðtalinu kom fram og í kynningaviðtalinu og í viðtalinu sjálfu kom fram að þetta væri fyrsta bók sinna tegundar á íslensku. Og þá hefði verið gaman ef að dagskrárgerðarmaðurinn hefði spurt hvað með hérna mesta þjóðlega og kirkjusöngssafnara þjóðarinnar, Bjarna Þorsteinsson, sóttur ykkur að heimild til hans, ekki var spurt að því, þannig að það verið gaman að vita það. Eins hefði maður spyrja, kynntur þér skrif doktors Róberts Abrahams Ottossonar, tónlistarfræðings og söngmálastjóra Þjóðkirkjunnar, sem reit viðamikla ritgerð Þorlákstíðir og fór í ferðalag og ferðalög og heimsótti British Museum í London og heimsótti Árna Magnússon í Kaupmannahöfn og það sem eftir af
skynhræðum þar eftir brunan mikla í Kaupmannahöfn og sennilega fleiri bókasöfn en þetta gerði Árni Heimir líka. Hann fór í British Museum í fótspor Dr. Roberts og til Kaupmannahafnar í fótspor Dr. Roberts. Og hann fór víðar. Hann fór alla leið til Cornell í Upstate New York sem nú bara steinsnar frá Eastman School of Music þar sem ég var í 7 ár. Hjálmar Ragnarsson stundaði nám þar en bjó í Rochester, skuttlaðist þarna á milli borga. Ætli hann hafi spurt, ætli hann hafi þá kynnt sér rit Doktors Hallgríms Helgasonar sem að vissi allt Cornell-safnið og bjóð til einhverja almestu og glæsilegustu spjaldskrá yfir öll íslensk handrit. Ég sá hana í Ölfusinu, heimsótti Dr. Hallgrím og það var ekki neitt smáræði, það var fleiri 100 eða 1000 spjöld í þeirri spjaldskrá og hann verið segja viss af einhverjum handritum og fræði bókum íslenska tónlist í Vesturheimi hjá Vestur-Íslendingum. Þeir voru aðeins músikalskir og margir urðu vel menntar á því sviði. Skyldan hafa leitað í þennan fjársjóð. Eins maður nefndur Dr. Jón Jónsson sem kom hingað til lands, kunni ekki vel við sig á heimaslóð og var gerður að forseta tónlistatildar við Háskóla í Bandaríkjunum sem ég kann ekki nefna. Ég hef ekki hugmynd hvað hans doktorsritgerð fjallar. Kannski Árni Heimir veit það. Kynnt hann sér það. Fleiri spurningar. Og nú stikla ég bara stóru, sko. Jón Þórarinsson var nú bara launum hjá ríkinu við að skrifa tónlistarsögu Íslands og apparati hét Tónlistarsaga Íslands og lauk því nánast að mér skilst, þó ég sé ekki sérfróður það. Sú ritgerðar á netinu og aðgengileg hverjum sem skildi Árni Heimi hafi kynnt sér þá bók. Ég veit að það var íslensku tónlistarfræðingur sem lagði síðustu hönd á bókina. Ég þykist vita hvað hann heitir, en ég þor ekki að nefna hana því að þá geti ég farið skakt með nafn hans. Það kemur fram í bókinni á netinu. Svo það betra að hafa farið orð en fleiri hann. Ég veit ekki af hvað miklu leyti hann vann bókina, en það hlýtur að koma fram í inngangi af bókinni. Og stúderaði Árni Heimir, tónlistarfræðingur þá bók og hvað græddi hann á henni. Það kom ekki fram í viðtalinu. Og svo eru fleiri spurningar sem vakna þetta atriði þessa fullyrðingum í fyrsta sinn á Íslandi. Dr. Robert sem söngmálastjóri safnaði ægifögrum sálmum og sálmalögum frá ýmsum öldum Íslandssögunnar og
gaf út bók með þeim, við alveg gríðalegri heimildaskrá, nákvæmri. Dr. Róbert var nú bara svo nákvæmur, ég held að hann hafi dáið úr þeirri sýki. Og segi það ekki í gríni. Hann lagði svo hart að sér. En hann vildi geta allra heimilda og allra þeirra sem hann hefði sótt fróðuleik til. Svo bætti hann betur og útsetti þessi lög á ýmsa vegu fyrir blandaðan kór og orgel held ég megi segja. Ég hef nú ekki séð þessa bláu bók í fjölda ára, síðan 1970 og eitthvað, 68 eða svo, 69, 70. En ég man til dæmis eftir einu alveg yndislegu lagi þar og yndislegri útsetningu Dr. Róberts, og lagi Jesú mín morgun stjarna. Og hann rakti sem sagt sum þessara laga, eða ekki öll, ég veit það ekki, allavega að gera það með Þorlákstíðir, ritgerðina Þorlákstíðir. Hann rakti sum þessara laga og sálma til bókasafna í Evrópu. Fleiri spurningar hefðu verið, best að bæta því við. Mér sagt var að nú væri búið að hljóðrita þessi lög sem Árni Heimir fann, hann gekk í fótspor forvera sinna Evrópu, og þar með var sagt að hann hefði komið við í Vatikaninu og leita á sér allan grunn íslensk handrit þar, sem að verður nú að segjast að dálítið stórt í sjálfu sér, því að ég veit menn sem hafa bara hreinlega dáið í bókasafni Vatikansins, því það er svona ginnungargap, það alveg endalaust. Ekki veit ég hvað Árni Heimir varði mörgum dögum þar eða vikum eða mánuðum, en það örugglega þurfti að vera nokkur ár til þess að komast til botns í því öllu saman. Ég setti svona spurningamerki við það í huganum. Hann hefði bara skroppið þar í heimsókn og gengið úr skuggum þetta. Það hefði mátt bara spyrja hann, hvað varstu lengi þar? Það hefði verið gaman að veita það. Sem sagt, síðan var mætti spyrja, að því að Dr. Róbert útsetti íslensku sálmalögin sjálfur. Hver útsetti þessi lög eða þessa músík? Það kom ekki fram í viðtalinu, sem náttúrulega lykilatriði. Var það Árni Heimir Ingólfsson? Eða voru það margir aðrir tónlistafræðingar? Og voru þessar útsetningar svo kallar hipp útsetningar. Það að segja historically informed performances. Það við nýjustu rannsóknir á flutningsmáta þessara laga, og þá hvaða heimildi voru að hafa til hliðsjónar. Segjum að eitthvað lag sé frá, hvað eigum að segja, þessum segja frá 17. öld, þar eru margir miklir kirkjusöngs útsetjarar og tónskáld, þess að Heinrich Schütz og Scheidt og Schein og þeir félagar,
hafði útsetjarinn þá sér til fyrirmyndar eða bara improviseraði hann þessar útsetningar? Þetta skiptir allt máli, allavega fyrir svona venjulegan tónlistafræðing. Og það má ekki gleyma meistara Monteverdi, sem var einhver magnaðasti tónsmiður 17. aldar, alveg frá 1600 til 1650 það bil. Hann tók alls konar lög til meðferðar og útsetti. Nú ef fullyrðingin að þetta sé fyrsta bók sinnar tegundar á Íslandi felst í því að búið er að hljóðrita og setja á netið þessu lög í útsetningum fyrir raddir og hljóðfæri, sem í sjálfu sér er spennandi, mjög spennandi. Þá má geta þess að bláa bókin hans doktors Roberts Abrahams er hljóðrituð á ýmsum geisladiskum sem hverjir ef ekki allir hafa verið settir á netið. Ég veit ekki annað. Ég þarf nú eiginlega að fara bara að skoða bláu bókina til að sjá hversu langt aftur Dr. Robert sækir viðfangsefni sín. Kannski miðast þetta við siðbótina, kannski fer hann enn aftar í tónlistarsöguna sem mig grunar hann hafi gert. Nú þarf ég bara að fara að rannsaka það sjálfur. En sem sagt það er margbúið að hljóðrita þessi lög bæði í ríkisútvarpi og á geisladiskum og setja það á netið. Svo það getur nú varla talist hinn stórfenglega nýjung sem talað er í þessu viðtali sem við höfum verið að spjalla
Þetta eru nú bara nokkra spurningar sem að kom upp í hug mér þegar ég heyrði þetta viðtal og gæti sennilega krist miklu fleiri fram sem varðar, sérstaklega hvað varðar núlifandi menn sem eru að vinna í þessum málum núna. Dr. Bjarki til dæmis og bara allir tónlistarfræðingar Íslands, 25 á tölu og ég veit ekki hvað margir eru í útlöndum að læra. Svo nóg er á tónlistarfræðingum sem hefði geta kannski lagt eitthvað að mörkum. Hitt er náttúrulega möguleiki og telst þá til svona fremur kraftaverk en hitt að þessi bók sé bara eingetinn og þá er nú ástæða til að blása í lúðra en að samanskapi ástæða til að fá almennlegan gagnrýnanda til þess að lesa hann yfir og gagnrýna hana talsverða hörku. Er hún áreiðanlega heimild, til dæmis? Fá bara einhvern almennlega leikaristargagnrýnanda til þess að taka bókinu sundur og skoða hann í smáatriðum. Það er gert við leikhús, til dæmis Atómstöðinu daginn og það er gert bækur núna fyrir jólin. Það eru bara teknar í sundur og gagnrýndar, miskunnarlaust. Ég veit ekki hvort það er jákvætt eða neikvætt, en svona er þetta bara. Það er bara til ein mælistika á gæði svona verka og sú mælistika er alþjóðleg. Hún er alþjóðleg. Við getum ekki lengur skáka í því skjóli við séum eyja, týnd eyja í Atlantshafi. Við erum í þjóðbraut. Og þannig líki þessum pistli. Og jæja, þá er þessari umfjöllun lokið. Ég vil bara færa doktor Árna Heimi Ingólfssyni kærar árnaðaróskir fyrir nýju bókina sem ég hefur reyndar ekki séð og vil taka fram, ef það er ekki augljóst, að athygli mín beinist ekki að henni sem slíkri, heldur að dagskrárgerð Ríkisútvarpsins. Það er ekki sama hver spyr og hvað er spurt. Dagskrárgerðarmenn verða að hafa hugmynd hvað er fjallað til þess að geta skilað góðu viðtali. Þetta lá mér á hjarta og ekkert annað.